leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila Reykjavíkurborgar við trúar- og lífsskoðunarfélög og fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Sú umræða sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskum eftir því að hér yrði tekin á þessum vettvangi, opna vettvangi borgarstjórnar, kemur til vegna þess að formaður Mannréttindaráðs, Líf Magnúsdóttir, sem jafnframt varaformaður skóla- og frístundaráðs, telur að heimsókn nemenda Langholtsskóla í Langholtskirkju sem á að vera núna 18. desember eftir 2 daga samræmist ekki reglum Reykjavíkurborgar samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila Reykjavíkurborgar við trúar- og lífsskoðunarfélög. Vegna fyrirhugaðrar heimsóknar í kirkju sem var kynnt foreldrum með bréfi, þar sem foreldrar hafa þá góðan fyrirvara til þess að taka ákvörðun með að velja hvort að börnin fari í vettvangsferðina sem að þessu sinni í kirkjuna, Langholtskirkju, eða hvort að vali verði fyrir hönd barnanna einhver annar viðburður sem að skólinn stendur fyrir, því að skólinn stendur fyrir þessum viðburði. Það fjallað þetta í reglunum, í D-lið reglnanna þegar að farið í heimsóknir á helgi- og samkomustaði trúar- og lífsskoðunarfélaga á skólatíma grunnskóla, að þá segir í reglunum að það skal eiga sér stað undir handleiðslu kennara. Kem aðeins að því á eftir. Það hefur ýmislegt komið fram í umræðinni því að umræðin búin að vera töluvert mikil í framhaldi af því að formaður Mannréttindaráðs vekur athygli á þessu og ég skildi hana þannig að þetta snerist ekki bara túlkun á reglunum heldur væri mögulega, og það það sem mann langar til að fá fram hér í umræðinni, að það væri mögulega einhvað að reglunum, það væri mögulega nauðsyn á að endurskoða reglunar. Það kann að vera og það mun eflaust koma fram hér í umræðinu eftir. En í þessari umræðu sem búin að vera á netmiðlum, í fjölmiðlum og víðar, þá hefur ýmislegt komið fram sem að ég get tekið undir, en svo gerist það leiðinlega sem að því miður allt og algengt. Og það þegar að öfgar og illt umtal sprettur upp í umræðu sem á að geta verið bæði fagleg og málefnaleg. Auðvitað verður hún alltaf pólitísk, eins og öll skoðanaskipti sem við eigum okkar samfélagsmál. En þegar að fólk eys á báða bóga og skálur reiði sinnar, notar yfirdrifin hugtök og jafnvel dónalegt, þá skadar það því miður umræðina. Og þá langar mann alla til að taka þátt í henni, að búa að skemma hana. Mér finnst lykilatriði að við séum málefnaleg og kurteis þó að við séum langt í frá sammála svona mál. Og mér finnst góður siður í allri umræðu að við leggjum okkur fram að koma auga á hvað við erum sammála sé það eitthvað, og hvort við getum nálgast hvort annað í því sem við erum ósammála. Það það að búa í samfélagi og semja samfélagsreglur. Því að umræðan hefur þann tilgang að skýra mál og málstað andstæðra aðila. Málið snýst í mínum huga eftirfarandi. Fyrrgreindar reglur, þar sem fjallað hlutverk skóla og hvað leyfilegt og hvað ekki. Trúfrelsi, þar sem okkur ber siðferðileg og lagaleg skylda til að standa vörð þau réttindi, sama hvaða trú eða trúleysi fólk aðhyllist. Gamalgrónar hefðir og uppfræðslu sögu og samfélag, menningarlega arfleifð. Frelsi foreldra og þar með barna þeirra til að taka ákvörðun hvað skuli gert og hvað ekki. Frelsi minnihlutans til að taka ákvörðun, en líka frelsi meirihlutans til að taka ákvörðun. Og málið snýst í mínum huga líka það, og ekki síst, hvað stendur til að hálfu meirihlutans varðandi þessar reglur samskipti við trúar- og lífsskoðunarfélög, ef það svo að mati formanns Mannréttindaráðs að þær séu brotnar
í tilfelli heimsóknar í Langholtskirkju. Því ef svo þá má álykta sem svo að þær séu brotnar í fleiri tilfellum þar sem skólar ákveða að fara í vettvangsferð í kirkju. En í reglunum tekið fram í hálið að það sem telst hluti af gamalgrónum hátíðum og frítugum þjóðarinnar eigi að halda sessi sínum í árstíðabundnum skemmtunum og í reglunum segir að jólasálmar og helgileikir tengdir jólum falla undir þetta. Og ég var áður búin að segja að í D-lið reglnanna fjallað heimsóknir á helgi og samkomustæði. Þannig að ég óneitanlega velti fyrir mér hvað hefur verið brotið. Með þessum reglum sem eru samþykktar í borgarráði Reykjavíkur 29. ágúst 2013 þá verið að staðfesta enn frekar að samfélagið að breytast, þannig að fjölmenning að aukast. En við höfum haft lengi stjórnarskrárbundið ákvæði trúfrelsi, þannig að það virðist ekki vera ósamstaða um það, en það væri það frekar undarlegt í opnu lýðræði samfélagi. Og skólarnir okkar, þeir eru stofnanir í slíku fjölmenningarsamfélagi og eiga eins og aðra stofnanir að gæta réttindum allra og stuðla umburðarlyndi og tillitssemi. Og ákvæði það líka í lögum grunnskóla. Og mér finnst þetta allt frekar skýrt og ég verð að segja, ég treysti alveg ágætlega dómgreind skólastjórnenda, kennara og ekki síst foreldra til að taka ákvarðanir vettvangsferðir skólana, hvort sem fyrirtæki eru heimsótt, ásatrúarfélagið, félag múslima eða kristin kirkja. Það hlutverk skólana að fræða nemendur sína og fræðsla samfélagið og sögu þess hluti af því. Það má gera með vettvangsferðum til ýmissa aðila, meðal annars kirkjunar, þar sem foreldrar hafa síðasta orðið hvort barn þeirra velur þá vettvangsferð eða velur annan viðburð sem boðinn í staðinn. Ég orðaði þetta svona vegna þess að tala að börn séu skilin eftir í skólanum ef foreldrar vilja ekki að þau fari í vettvangsferðina. Mér finnst það rangt orðalag. Það verið að velja á milli viðburða. Nú vegna þessar umræðu að ekki væri staðið að kirkjuheimsóknum í samræmi við reglur borgarinnar, þá spurðist ég fyrir á nokkrum stöðum hvernig þetta færi fram. Það náttúrulega næri ekki yfir allt saman, en ég fekk fannst mér nokkuð heillega mynd af því hvernig þetta færi fram. Og eftir spjall við allnokkra aðila þá fekk ég þær upplýsingar að fyrirkomulagið sé þannig að skólastjórnendur, þeir óska eftir því við viðkomandi kirkju að fá að koma í heimsókn. Og það fara ekki allir skólar í svona heimsóknir. Í sumum skólum þessu sleppt. Dagskráin sett upp fyrir þessa heimsókn af skólunum sumstaðar, en annars staðar og sumstaðar annars staðar af kirkjunni, en þá alltaf í samráði við viðkomandi skóla. Í kirkjunni dagskráin eflaust eitthvað misjöfn, en það upplýsingar sem ég fékk sögðu mér að í heimsókninni oft kveikt á aðventukertum, sagakertana sögð og hvað þau heita og fæðingarsagan rifjuð upp. Talað kærleikann og samhjálp, stundum sagt frá hjálparstarfi erlendis og talað mismunandi ástand eftir löndum. Mikil áhersla á kærleikann. Svo oft skemmtiatriði frá nemendum sjálfum, tónlistaratriði eða álíka. Og svo tala skólastjórnir sjálfur til barnanna jólafríið sem framundan og hvernig best sé að nýta það og svo framvegis. Það ekki farið með bæn, til dæmis í Langholtskirkju, og það ekki farið með blessun í lokin. Þetta ekki helgihald. Ef farið með bæn í einhverjum öðrum kirkjum var mér sagt að það sérstaklega tekið fram að þau sem ekki vilja taka þátt gera það ekki. Og það mun líka verið í samræmi við fyrrgreinda reglur. Ég heyri að fólk hefur áhyggjur af því að áróðri sé troðið í börnin. Þá veltir maður fyrir sér hvort nokkra mínútur í kirkju hafi meiri áhrif á barn en til dæmis teiknimyndir með áróðri, því að margar þær fullar af áróðri, sumum við sammála og öðrum ekki. Nú eða uppfræðslu okkar gagnvart börnunum jólasveina og foreldra þeirra. Börnin sjálf vega þetta og meta ásamt öðrum þeim upplýsingum sem að þeim réttar meðan á skólagöngu og þroskastigi stendur. Þess vegna þetta mikilvægt að við horfum á þetta út frá trúfrelsinu og gefum börnunum tækifæri til að kynnast líka öðrum trúarbrögðum. Því það ekki merkileg trúarbrögð
sem að heimila ekki að fólk innan þeirra kynni sér önnur trúarbrögð eða fólk utan þeirra. Auðvitað eiga þau að fá að vega þetta allt saman og meta, og þegar að fólk komið á sín fullorðins ára þá tekur það ákvörðun hvaða leið það vill fara, ef það vill fara einhverja sérstaka leið í þessu. Ég held reyndar að heimsókn í kirkju aðventunni hafi ekkert áráðaskyldi gagnvart börnum. Þetta sé fyrst og fremst tilbreyting fyrir því aðdraganda jólana og hinn meinti áráður, já, eru það ekki einhver orð kærleik og hlýju? Og hver hefur slæmt að því? Þegar ég tala hefð, þá ég að tala hérna gamalgrónu hefð hér á Íslandi og miklu víðar fyrir því að halda jól og tala þá tengingu sem að því fylgir, þó eflaust tölum við miklu meira jólasveina, gjafir og matarvenjur. Ég ekki að tala einhverja hefð fyrir því að heimsækja kirkjur, enda hún kannski ekkert mjög löng. Það var til dæmis ekki farið í kirkjuheimsókn í mínum skóla, þó stutt væri í kirkjuna. En prestur á þeim tíma kom í skólan oft á vetri meðal annars vegna fermingafræðslu, kristnifræðslu og í aðdraganda jólana. Það fór fram innan skólans. Kannski var það algengara hér áður fyrir að prestar kæmu í skólana, ég veit það ekki. En það ekki heimilt í dag, samkvæmt reglum borgarna fyrir trúar- og lífsskoðunarfélög, að stunda starfsemi sína innan veggja leik- og grunnskóla borgarinnar á skólatíma. En hins vegar heimilt að fara í heimsókn í kirkju eða til trúar- og lífsskoðunarhópa. En ég ætla að segja það að lokum, ágætu borgarfulltrúar, að mér finnst það kannski ekki alveg aðalatriðið hvort að þetta sé einhver gamalgróin hefð að fara í kirkjur eða ekki eða slíkt, heldur finnst mér aðalatriðið þetta að foreldrar barnanna ákveða hvað börnum þeirra fyrir bestu. Og það sem ég treysti þeim best til að taka ákvarðanir fyrir börnin sín og skólastjórnendum og kennurum til að framkvæma vettvangsferðir í samræmi við reglur borgarinnar, þá skiptir öllu máli í þessu samhengi hvort að reglurnar eru rangt túlkaðar og hvort að kirkjuheimsóknir og aðventur séu ekki heimilar. Og því spurningi mín þessi sem að ég vil gjarnan fá fram í þessari umræðu að hálfu meirihlutans. Ef að það túlkunin, að það sé verið að reglurnar séu rangt túlkaðar og að kirkjuheimsóknir og aðventur séu ekki heimilar, mun þá meirihlutin fara í breyting á reglunum til að koma í veg fyrir að þessi ranga túlkun, ef hún verði viðhöfð í framtíðinni. Borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu, en næst tekur til máls borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Jólin eru hátíð. Sumir tengja hana við ljós og frið, aðrir við fæðingu Jesú Krists, en aðrir við vetrarsólstöður. Hjá mörgum börnum snýst þetta fyrst og fremst pakkana. Sjálfri fannst mér rjúpurnar lengi vel vera aðalmálið. Sem betur fer hugsum við flest eitthvað jákvætt. Við hugsum hvíld, við hugsum vellíðan, umburðarlyndi, gleði og frið, þó það sé því miður ekki algilt. Hér inni eru alveg áreiðanlega mjög ólíkar skoðanir á því hvað skiptir mestu máli að tengja við jólin eins og annars staðar í samfélaginu, og það allt í lagi. Ég verð þó að viðurkenna að ég hef talsverðar áhyggjur af því að margir og sífellt fleiri tengja aðventuna við hatramar deilur andstæðra póla akkúrat þetta. Það hvað megi, það hvað eigi, það hverjir eigi og það hverjir megi. Deilurnar hefjast að jafnaði svipaleyti og jólaundirbúningur í leik- og grunnskólum. Þegar sumir skólar tengja jólahaldið við kirkjuna og boðskap hennar með ýmsum hætti. Deilurnar eru ekki tilkomnar vegna prívatskoðana einstaklinga eða vegna Facebook-stöðu formanns mannréttindaráðs. Þær eru ekki heldur tilkomnar vegna samskiptareglna borgarinnar, þvert á móti. Þessar deilur eru til marks að trú stórkostlega persónuleg og fólki verður mjög heitt í hamsi þegar það telur á sér brotið hvað þetta varðar.
Ef að deilurnar hefðu ekki sprottið upp í kringum Facebook stöðu formanns mannréttindaráðs, þá hefðu þær sprottið upp út af einhverju öðru. Og það ekki eins og formaður mannréttindaráðs hafi fundið upp hjá sjálfum sér að gera athugasemd við þetta. Auðvitað voru mjög margir foreldrar sem að gerðu athugasemd við nákvæmlega það sem að formaðurinn gerði. Deilurnar eru ekki til, og það að setja samskiptareglurnar eða það hvernig meirihlutinn iðkar sín störf hér einhvern veginn sem ástæðu fyrir því að það séu deilur í samfélaginu mjög mikil einföldun á samfélagi. Reglur borgarinnar samskipti leik- og grunnskóla og frístundaheimila við trúar- og lífsskoðunarfélög eru þvert á móti sett til þess einmitt að lægja þá ólgu sem að hafði ríkt til fjölda ára í borginni með fyrirkomulag jólaundirbúnings í skólum og hafði fram að því verið með ýmsum hætti. Að í sumum skólum höfðu kirkjur og trúfélög haft mjög frjálsan aðgang að börnum með trúboði og tilheyrandi meðan á öðrum stöðum var það ekki. Reglurnar voru heldur ekki gripnar úr lausu lofti og þær eru ekki hugmynd einhvers formanns mannréttindaráðs eða einhvers gerræðislags stjórnmálamanns. Þessar reglur eru byggðar á lögum og sáttmálum og reglum sem að við teljum okkur þurfa að fara eftir. Þær voru settar í samræmi við mannréttindastefnu borgarinnar, í samræmi við barnasáttmálann, í samræmi við mannréttindasáttmálann, í samræmi við lög og reglur og stjórnarskrá. Þar sem að almennt kveðið á að fólki skuli ekki mismunað eftir trúar- og stjórnmálaskoðunum og í mannréttindastefnunni sérstaklega fjallað uppeldis- og tómstundastarf, menntun og fræðslu eins og segir í grein 732 í mannréttindastefnu borgarinnar með leyfi forseta. Í uppeldis- og tómstundastarfi, menntun og fræðslu og vegum borgarinnar skal tillit tekið til ólíkra siða tengjast mismunandi trúarbrögðum. Mikilvægt að ekki sé gengið út frá því að allir aðhyllist sömu trú þó að hefðbundnar trúarhátíðir lútersku kirkjunnar séu haldnar hátíðlegar. Trúarbrögð mannkyns séu kynnt með kennsluefni og í því sé fjölbreytileika mannlífsins alltaf lýst þegar því verður við komið. Tilvitnun lýkur. Og í raun þyrftum við ekkert að hafa þessar reglur mikið flóknar. Þetta mjög skýrt þarna. En reglunum var þó bætt við til þess að sætta ólík sjónarmið en ekki til þess að ýfa þau upp. Þær voru unnar vegna óánægju með ástandið og eftir úttekt á stöðunni. Þær voru unnar á löngum tíma, þær voru unnar í mörgum atrennum og á endanum náðist það sem til var ætlast. Það náðist sátt reglur sem að á endanum gildi ekki bara hér í Reykjavík, heldur voru þær líka fyrirmynd að sambærilegum reglum á vegum menntamálaráðuneytisins. Reglur sem að hefur ríkt sátt og eru talsvert skýrar. Þær snúast auðvitað ekki bara jólin. Þær snúast að fermingarfræðsla og barnastarf trúar- og lífsskoðunarfélaga hafi ekki truflandi áhrif á skólastarf. Þær snúast að ekki sé stundað trúboð eða trúarinnræting í skólum og að starfsemi trúar- og lífsskoðunarfélaga skuli ekki fara fram innan veggja leik- og grunnskóla eða frístundaheimila og þar verði ekki dreift boðandi efni, svo eitthvað sé nefnt. Reglurnar banna ekki eins og ítrekkað hefur komið fram sígilda söngva, dansa, leiki og handíðir sem tengjast gamalgrónum hátíðum og frídögum. Þær banna ekki jólasálma og helgileiki en þær gera talsverðar kröfur til kennara og uppeldisstarfsfólks þegar að þessu kemur. Heimsóknir á helgi- og samkomustaði eiga að vera undir handleiðslu kennara og þær eiga að fara fram sem fræðsla eða hátíðarskemmtun án trúboðs eða innrætingar. Almennt hafa reglurnar hjálpað. Þær eru til gagns og hafa leitt til sátta á fjölmörgum starfsstöðum þar sem allt fer fram í sátt og samlyndi. Þar sem tenging hátíðanna við kristindóminn haldið utan daglegrar starfsemi eða þar sem tengingin algjörlega valkvæð og öllum líður vel. Sáttin auðvitað ekki alger. Eitthvað ennþá réttmætar ábendingar að reglunum sé ekki fylgt og hefur þá verið brugðist við með viðeigandi hætti. Að sama skapi eru ekki allir á eitt sáttir það hvernig eigi að túlka þær í hvívetna. Þannig verður það sjálfsagt alltaf. Við munum aldrei geta sett fram svarthvíta reglu það hvað megi og hvað megi ekki, hver megi tala við hvern og hvernig og enn síður geta fylgst með því hvort og hvernig slíkum reglum yrði framfylgt. Engu að síður getum við gert betur. Umræðan og heftin sem á greina í henni til marks að þetta sé gríðar mikilvægt viðfangsefni sem okkur ber að reyna að vinna eins vel og mögulegt Og það að málið sé persónugert í einni manneskju að þessu sinni sé það formaður mannréttindaráðs, áður hafa það verið aðrir sem hafa einhvern veginn staðið í forsvari fyrir því að reyna að láta þessum
reyna að tryggja frelsi barna til raunverulegs trúfrelsis barna. Það til marks heiftina sem að þessi orðræða, eða sem að einkennir þessa orðræðu. Forseti, það sem okkur ber að gera að tryggja að öll börn fái menntun við hæfi, að leikskólar og grunnskólar og frístundaheimili séu uppbyggilegar menntastofnanir sem virða réttindi barna og foreldra þeirra til lífs- og stjórnmálaskoðana. Okkur ber að virða fjölbreytileika mannlífsins, fjölmenningu í sinni víðustu mynd, fólk sem aðhyllist ólíkar hugmyndir lífið og tilveruna af ýmsum ástæðum, fólk sem hefur ólíkar hugmyndir uppruna og tilgang jólanna sem og annarra daga og hátíða. Fjölmenning ekki bara fjölmenning þegar kemur að uppruna. Hún snýst fjölbreytt samfélag fólks af öllum stærðum og gerðum, á öllum aldri með ólíka kynhneigð og kyngervi, líkamlegt atgervi, uppruna, stjórnmála og lífsskoðanir. Allt þetta ber að virða og allt þetta getur haft áhrif á það hvernig við upplifum jólin eða hvernig við viljum iðka okkar trú, ef við viljum iðka trú á hana borð. Við erum aðilar sem Íslendingar og Reykvíkingar að alls konar sáttmálum eins og ég gat áðan, að mannréttindasáttmála og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hér ríkir trúfrelsi samkvæmt lögum og við höfum sett okkur mannréttindastefnu og reglur samskipti og trúar- og lífsskoðunarfélaga við leikskóla, grunnskóla og frístundaheimili. Þetta allt saman gert til þess að tryggja réttindi, ekki til þess að banna neinum neitt. Ég ætla að ítreka þetta, ég ætla að segja þetta aftur. Allt það sem við höfum verið að gera með öllum þessum reglum og sáttmálum og lögum hefur verið gert til þess að tryggja réttindi. Það hefur ekki verið gert til þess að banna einhverjum eitthvað. Það ekkert bannað. Og þar erum við komin að algjöru lykilatriði í þessu máli. Það að leik- og grunnskólar eða frístundaheimili taki ekki þátt í trúarathöfnum eða trúboði, þýðir ekki að það sé bannað yfir höfuð að taka þátt í trúarathöfnum eða trúboði. Vilji foreldrar tengja jólin eða aðrar hátíðir við kristindóminn, vetrarsólstöður eða eitthvað allt annað, þá foreldrum að sjálfsögðu frjálst að gera það. Og ég veit ekki betur en að helstu trúarstofnanir landsins standi fyrir mjög kraftmiklu barnastarfi þar sem börn geta sótt og það enginn sem bannar þeim það. Það eina sem að þessar reglur eiga að koma í veg fyrir að börn séu skikkuð á forsendum fræðslu inn í trúboð eða trúarlegt athæfi. Það á sem sagt ekki að vera fyrirfram ákveðið af opinberum stofnunum hvort börn taka þátt í einhvers konar trúarstarfi. Forseti, umræða undanfarinna vikna, eins og umræðan og aðventum undanfarinna ára, til marks að við þurfum að vanda okkur enn frekar. Við verðum að fylgjast vel með hvernig reglunum framfylgt og við verðum að tryggja að gætt sé fyllstu nærgætni í framkvæmd jólahalds í borgarstofnunum. Ég tel ekki frekar en félagir mínir í meirihlutanum og ég efast að borgarfulltrúar í minnihluta telji heldur þörf á í raun endurskoðun á reglunum sem slíkum. Ekki enn. En almenn úttekt á framfylgdinni held ég að vera æskileg. Það mætti endurtaka könnunina sem að gerð var árið 2007 og markaði í raun upphafið að þeirri vinnu sem að svo leiddi af sér núverandi reglur, könnun á því hvernig samstarf kirkju og skóla fari fram. Þar mætti kanna hvort og þá hvaða valmöguleikar í boði, farið í kirkju, hverjir taka til máls þar, kemur kirkjan í heimsókn til fræðslustofnunarinnar, hver það þá sem að kemur og hvernig þeim heimsóknum háttað, farið í heimsóknir til annarra trúfélaga, hvernig þeim háttað og svona væri hægt að spyrja til þess að afla almennilegra upplýsinga það hvernig þessu starfi sé háttað almennt. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson greindi hér frá sinni persónulegu úttekt á því hvernig þessu framfylgt, en ég held að það væri gott að við fengjum kannski aðeins heildrænni sýn á málið. Að lokum verð ég að segja að ég furða mig á eindrægni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Borgarfulltrúana sem að kenna sig við frelsi og hafa haldið hér langar og innblásnar ræður mikilvægi þess að treysta einstaklingnum, að einstaklingurinn eigi að hafa val og að þið opinbera skuli takmarka áhrif sín eftir fremsta megni. Það ekki nokkur leið að skilja af hverju þessir sömu borgarfulltrúar telja sig núna þurfa að standa vörð kirkjuheimsóknir skólaskildra grunnskólabarna. Það algjörlega óskiljanlegt að frelsið eigi að lúta öllu eða flestu öðru heldur en trú og það óskiljanlegt að óbilandi traust á einstaklingnum og á foreldrum þessa land skuli ekki ná til trúarlegs uppeldis. Í raun talaði Halldór Halldórsson borgarfulltrúi mikilli þversögn við sjálfan sig.
hann sagði að fólk eigi að hafa val, hann ítrekkar það að fólk eigi að hafa val og að hann treysti foreldrum, en á sama tíma endurspeglast hans eigið gildismat og hans eigin menningarmat þegar hann efast það að eitthvað barn geti haft slæmt af áróðri kærleika og hlýju. Rétt eins og trúarinnrætingin felist bara í því að segja fólki að vera gott hvert við annað. Bætir svo við að hann treysti foreldrum fyrir valinu, en ef honum alvara með því að hann treysti því, þá verða foreldrarnir að hafa raunverulegt val. Það verður að vera þannig að við getum raunverulega boðið börnum upp á valmöguleika það hvort að eigi að fara í kirkju eða gera eitthvað annað. Að lokum ítreka ég, og ég ætla ekkert að í rauninni halda áfram, við getum haldið áfram að takast á hér það hvernig beri að túlka þessar reglur, við getum tekist á það hvort það að vera til yfir höfuð, við getum tekist á það hvort Guð sé til eða ekki, en við getum líka sleppt því. Það sem við getum gert að reyna að vanda okkur við það að virða það hversu persónulegt það fyrir hvern einasta einstakling, börn og fullorðna, að fá að iðka sína trú í friði eða iðka ekki trú. Það eitthvað sem okkur ber fyrst og fremst að virða, og það gerum við bara með því að sinna faglegu fræðslustarfi í leikskólum, í grunnskólum og í frístundaheimilum borgarinnar án þess að kirkjan hafi einhvern aðgang að börnunum þar. Borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir hefur lokið máli sínu. Þá gert 20 mínútna matarhlé og að því loknu höldum við umræðum áfram samkvæmt málendaskrá.